Já, til hamingju með árangurinn. Takk fyrir. Segðu mér hérna, hver svona staðan á þér núna og hvernig planið á þessu ári varðandi hlaup og keppnir og fleira? Ertu komið með eitthvað plön? Þetta svona í mótur, sko. Ég tók náttúrulega síðasta ár svolítið í undirbúning fyrir Laugaveginn, fyrsta Laugaveginn minn og árið var svolítið undirlagt fyrir Laugavagsstjálfun. En svo þetta svona innanhústímabil erum við komin svolítið inn á braut hjá Sigga P. Maður hlaupa bara svona gæða einhverja braut og erum að keppa í 800, 1500 og 3000. Þannig að það svona svolítið annar víkill. Já, það svolítið langt frá Laugavegshlaupinu. Það svolítið langt, svolítið öðruvísi. Já, en þú ert allavega að byggja upp hraða. Já. Við erum svona í þreki með crossfit og svo svolítið á brautinni. Já. Og svo bara spurning hvað árið ber með sig. Við erum skráð í hálfmaraþon í haust í Köben. Já. En annað ég skráð undir Laugavegshlaupi líka, þannig að þetta kemur svona í ljós. Þetta verður kannski eitthvað blanda af götu, utanveg og brautarhlaupum hver sem horfir. Hvernig var eins og með Laugavegshlaupið? Kom þér á óvart í rauninni hvað tíma þú náður og hvað árangurinn náður? Eða varstu bara með svona sirka? Siggi náttúrulega svo nákvæmur. Hann var búinn að vera aðeins að þjálfa okkur í Heiðmörk og við Hvaleyrarvatni svona utanvegaæfingum og hann var búinn að gefa mér upp millitíma. Hann var búinn að segja við mig að ég ætti að vera á 5:20 og búinn að gefa mér millitímana í drykkjustöðunum og það var innan við mínútu skekkjumörk á báðum stöðum, sko. Þannig að og svo endaði ég á 5:20, þannig að ég bara gerði það sem Siggi allavega sagði að ég gæti, en vissi svo sem ekkert hvað ég var að hlúta í, þannig að það var bara, kom skemmtilega óvart, sko. En utanvegahlaupin þá kannski svolítið nýtt fyrir þig. Þú ert svona mest búin að vera fókusir á göturhlaupin og braut gegn tíðina. Já, ég hef verið svona, brautin meira þegar ég var yngri, svona fyrir tvítug kannski, og svo hef ég lítið hlaupa á braut síðan, frá bara 2010-11. En meira verið svona viðloðandi. Ég náttúrulega búin að vera í barneignum svona síðustu 10 árin, þannig að verið viðloðandi svona brautarhlaupin meira. Þannig að nú fyrst svona síðasta ári vorum við að prófa þessi utanvegarhlaup og það er alveg nýr heimur að opnast, sko. Já, þannig að þú sér alveg fyrir þér að gera eitthvað þar í framtíðinni? Já, við höfum allavega mjög gaman við, maðurinn minn og ég, við höfum allavega mjög gaman að vera saman í því sporti og erum bara svona, Já. En hvernig gengur að tvinna saman hlaupaæfingar á þessu leveli sem þú ert á og stóra fjölskyldu, 4 börn? Merkilega vel einhvern veginn, maður er alltaf með góða að, þannig að við erum búin við vorum að prófa þessi stróma síðasta ári að vera með svona au pair, þannig að það náttúrulega hjálpaði helling við þetta, sko. Og hún fór í byrjun janúar þessu ári og nú erum við bara með digga passara sem að hjálpa okkur þegar við förum á æfingar og það lætur þetta ganga upp, Þannig að þú getur alveg mælt með því það er ekkert á móti því að vera með fjölskyldu og hlaupa? Nei, alls ekki, sko. Það er bara að plana vel tíma sinn og þau sýnir svona alltaf skilning, þau þekki ekkert annað en að mamma og pabbi þurfa að æfa, sko. Og þá erum við líka bara hressari og skemmtilegri þegar við komum tilbaka, sko. En þessi elstu krakkarnir sem eru þá hvað, 10 ára? Já, 8-10. 8-10, eru þau ekki eitthvað byrjað aðeins þau eru í íþróttum, eða ekki? Jú, þau eru í fótbolta og skák. Þannig að þau eru svona bæði að finna sig í boltanum og það er bara gaman, svo lengi sem þau eru í einhverju sporti. Já, það er fínn grunnu fyrir hlaupin í framtíðinni þegar þau ferð í það. Nákvæmlega, kemur að því. Takk hérlega fyrir þetta. Takk þér.